Ég heiti Einar Jónsson, skipulagsfræðingur hjá Verkís verkfræðistofu og ég ætla að segja aðeins frá vinnu við aðalskipulag Suðurnesjabæjar sem núna er að fara af stað. Og fyrsti liðurinn í því er þessi kynning á skipulagsmatslýsingu. Ég ætla að byrja því að staðsetja aðalskipulag í skipulagskerfinu okkar. En er að ræða algert lykilverkfæri til mótunarstefnu byggð, gæði byggðar og ráðstöfun lands til ýmissa nota. Aðalskipulagið er svo útfært í deiliskipulagi og þar er skapað grundvöllur fyrir leyfisveitingum, byggingarleyfi eða framkvæmdaleyfi sem dæmi. Aðalskipulag tekur mið af svæðisskipulagi sem í þessu tilfelli er svæðisskipulag Suðurnesja og svo landsskipulagsstefnu. Það eru auðvitað margar aðrar áætlanir og stefnuskjöl sem hafa áhrif á aðalskipulag, við kannski komum að því betur á eftir, en ég ætla aðeins að nefna umhverfismat áætlana sem er ágætistæki til mótunar stefnu til þess að bera saman valkosti og stuðla að umhverfissjónarmiðum í stefnumótun. Skipulags- og matslýsing, eða þetta verkfæri sem við erum að vinna með núna, er eins konar verklýsing eða verkáætlun hvernig á að standa að gerð aðalskipulags. Þetta er mjög mikilvægt á fyrstu stigum að allir hlutaðeigandi, íbúar og hagsmunaaðilar séu upplýstir og geti komið að sínum sjónarmiðum á fyrstu stigum. Suðurnesjabær er meðal yngstu sveitarfélaga í landinu, en það var til við sameiningu sveitarfélagsins Garðs og Sandgerðisbæjar. Fljótlega eftir sameininguna kom upp sú hugmynd að endurskoða aðalskipulagið eða aðalskipulögin sem giltu og í kjölfar þess var efnt til hugmyndasamkeppni gerð aðalskipulags. Í þessari vinnu okkar núna er unnið með margar þær hugmyndir sem þar komu fram. Markmiðið er að móta heildstæða og skýra framtíðarsýn fyrir hið nýja sveitarfélag. Markmiðið er einnig að stuðla að stefnu sem hefur jákvæð áhrif á umhverfið og stuðla að lífsgæðum og sjálfbærni daglegs lífs með íbúa. Við getum sagt að svona auka markmið er að stuðla samstarfi íbúana og það svona segir sér sjálft að það er auðvitað hluti af samráðsferlinu. Afmörkun aðalskipulagsins er sveitarfélagsmörkin, það tekur til þéttbýlis og dreifbýlis en frá er talið svæði á Keflavíkurflugvelli en þar gildir aðalskipulag Keflavíkurflugvallar sem er ekki hluti af þessu ferli núna. Í aðalskipulagi er mjög mikilvægt að líta á helstu forsendur, staldra við og spyrja sig hvað hefur breyst, hvaða áskoranir blasa við, hvaða tækifæri, líka hvernig hefur gengið að framfylgja þeim aðalskipulögum sem eru í gildi. Þessi svona lykilmælikvarðar, það er kannski langt mál að fara að nefna þá alla, en það er að snúa samfélaginu, að snúa innviðum, menntun og svo framvegis. Eins og fyrr er getið þá eru fjölmargar áætlanir sem þarf að taka mið af við gerð aðalskipulags Suðurnesjabæjar og það er hið augljósa náttúrulega svæðisskipulagið sem markar stefnum ákveðna þætti. Það eru sérstakar áætlanir á Suðurnesjum eins og Reykjanes Skífupark, áfangastaðaáætlun, sóknaráætlun. Sérstaklega þarf að gæta samræmis og við aðalskipulag Keflavíkurflugvallar og Reykjanesbæjar, þetta er svona aðleikjandi áætlanir. Og svo er fjölmargar áætlanir á landsvísu, þetta er ekki eitthvað skemmtilega allar taldar þarna, en þar ber auðvitað hæst landsskipulagsstefna og heimsmarkmiðin sem er mjög rík áhersla á í okkar stefnumörkun í
Suðurnesjabær leggur til sérstakar áherslur inn í aðskipulagsvinnuna auk þeirra viðfangsefna nefnd eru í skipulagsreglugerð. Þetta eru heimsmarkmiðin, skipulað þéttbýlisstaða og dreifbýlis, heilsu og velferð íbúa, þetta er svona tengsl skipulags og umhverfis og heilsu, uppbyggingin nágrenni við Keflavíkurflugvöll, skipulað lágsvæða, ferðaþjónusta, vatnsvernd, reiðleiðir, skógrækt, farárensli og verndun byggðar og minningarminja. Hér höfum við yfirlit yfir ferlið í heild sinni sem spannar það bil 1,5 ár. Helstu vörðurnar eru gagnvart samráði, það eru auðvitað kynninga og skipulagslýsingu núna. Í haust er áætlað að kynna vinnslutillögu og auglýst tillaga, aðskipulagstillaga svo í vor og svo staðfesting. Í framhaldinu höfum við hér dagsetta vörður í ferlinu. Það er að segja hvenær við getum átt von á að taka þátt eða tilgreindar upplýsingar verða birtar í ferlinu. Það eru fjölmargir aðilar sem taka þátt í ferlinu með einum eða öðrum hætti. Við erum að tala starfsmenn Suðurnesjabæjar, bæjarstjórn, framkvæmd- og skipulagsráð, almenningur, hagsmunaaðilar. Framkvæmd- og skipulagsráð og bæjarstjórn bera auðvitað ábyrgð á fjalla málefni skipulagsins reglulega. Við erum með sérstaklega verkefnastjórn til að halda utan verkefnið og svo mikilvægast öllu er samt samvinna við íbúa og hagsmunaaðila. Þetta er mjög mikilvægt að þetta ferli sé opið og fólk hafi tækifæri til þess að koma á framfæri sínum ábendingum, athugasemdum, hugmyndum reglulega og jafnframt að sé upplýst hvað er verið að gera. Aðskipulagið fellur undir umhverfismat áætlana eða samkvæmt lögum umhverfismat áætlana og í því felst að meta áhrif aðskipulagsins á umhverfið. Virkni þessa verkferðis er langmest ef því beitt til þess að bera saman valkosti, megin valkostum stefnu og hugmyndin er þá að velja þann valkost sem að hagstæðustur er umhverfinu, ef það er hægt. Umhverfismatið er sett fram í svokallari umhverfisskýrslu og liður í því er að skilgreina umhverfisþætti og vinsa úr þá sem skipta máli. Í lýsingunni eru skilgrein líka viðmið þar sem að stefna verður metin borið saman við og til þess er skilgreind svokallar matsspurningar. Eins og fyrr getið er sérstök áhersla á innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna inn í aðskipulagið. Það er lögð til grundvallar vinna sambandsvettvangs sveitarfélaganna á Suðurnesjum, Katagó og Ísafía og sambandssveitarfélaganna á Suðurnesjum. Og að lokum er spurningin það hvernig er hægt að taka þátt í ferlinu. Við erum núna að kynna skipulags- og matslýsingu og það er hægt að gera athugasemd við hana í gegnum afgreiðsluat Suðurnesjabæjar eða bréfleiðis. Það verður íbúafundur 25. mars hérna í Vörðunni og þeim fundi verður líka streymt og ég vona að það verði hægt að taka svolítið samtal og svara spurningum og svo framvegis. Ég ætla líka að nefna að það er svolítið mikilvægt að fá fram svona margs konar hugmyndir svona í byrjun á ferlinu þó að sé kannski ekki svona eiginlegar athugasemdir, heldur kannski svona meira svona á hugmyndastigi sem við getum nýtt okkur og ég ætlum að reyna að beina því í gegnum betri Suðurnesjabæ en tengill að það er á heimasíðu sveitarfélagsins. Takk fyrir mig.